Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt. Sér hver aldarís sem hnígur jafnar skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund. Því að tár sem ferða burt aldrei nær að græða grunn. Nýttu sér hvert sólarlag sem þig finnst að væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum veg. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Nýttu sér hvert sólarlag sem þig finnst að væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum veg. Nýttu sér hvert sólarlag sem þig finnst að væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum Kæra fjölskylda og vinir, mig langar að byrja á því að votta ykkur öllum samúð mína og ég held við finnum það öll svo sterkt hvað þetta er ósanngjarnt. Það er svo erfitt að þurfa að kveðja Laufey Tinnu allt og fljótt og þess vegna þurfum við að koma saman og hér ætlum við að leyfa minningunni hennar að hugga okkur öll og standa saman í þessari sorg. Og ég veit að það eru mörg sem að hefðu vilja vera með okkur en átti ekki heimangengt. Og það er nú bara þannig að það bárust kveðjur svo víða frá vinum og ættingjum að það er hreinlega ekki hægt að lesa þær allar upp. Og mig langar í staðinn að deila með ykkur einu broti af öllum þessum fallegu kveðjum og það er þar sem Begga Kummer segir: Laufey var með fallegustu augun og skærasta hjartað. Ljós hennar mun lifa í hjörtum okkar allra. Og það er svo sannarlega satt. En við skulum hefja þessa stund með signingu og bæn. Það þýðir að við helgum stundina. Við tökum augnablikið frá og það sem er heilagt, það er frátekið fyrir Guð og frátekið fyrir ástina. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Legg ég nú bæði líf og önd, ljúfi Jesús í þína hönd. Síðast þegar ég sofna fer, sitji Guðs englar yfir mér. Amen.
There's a place I go to where no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I'm made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, dum, dum. Da-da-dum. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, dum, dum. Da-da-dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-da-da-dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-da-da-dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Ég les fyrir ykkur ritningalestur sem eflaust mörg þekkja, en þetta er hluti af óðinum til kærleikans. Og ég valdi hann einfaldlega vegna þess að svo mörg af þessum lýsingarorðum eiga ekki bara við kærleikan, heldur eiga líka við Laufeyju. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt.
kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og það er nefnilega þannig, kærleikurinn sem Laufey gaf inn í ykkar líf, hann fellur ekki úr gildi. Og nú fáum við að hlusta á lagið Unstoppable. Og þetta er baráttu lagið hennar Laufeyjar. Hún þurfti svo oft að berjast og þá nýtti hún sér þetta lag. All smiles, I know what it takes to cool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, yeah, I know, I've heard that you let your feelings show. Is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, yeah, I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Takk fyrir. Ég býð ykkur að rísa á fætur fyrir heilagt guðspjall. Ég les nú fyrir ykkur orð sem að Jesús sagði við sína ástvini í síðustu kvöldmáltíðinni. Jesús vissi að hann væri að fara að kveðja ástvini sína eftir nokkra klukkutíma og þetta er það sem hann segir við þau: nýtt boðorð gef ég ykkur, að þið elskið hvert annað. Eins og ég hef elskað ykkur, skuluð þið einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hvert til annars. Hann veit að
vinir hans og ástvinir eiga eftir að upplifa ótta, vonleysi og sorg og hann að undirbúa þau. Og hvað segir hann til að vernda þau? Hvaða verkfæri gefur hann sínum ástvinum til að takast á við erfiðleika og sorg? Hann segir þeim að elska hvert annað. Og þegar við stöndum andspænis sársauka lífsins og þegar sorgin skellur á okkur eins og úfnar öldur, þá ekkert sem hlýjar eins og að upplifa ást frá öðru fólki. Fólki sem líka vanmáttugt gagnvart örlögunum. Fólki sem getur ekki lagað það sem hefur gerst, en hefur samt hugrekki til þess að flýja ekki á hólmi, heldur standa með manni í kærleika. Amen. Gjörið svo vel. Man ser att över skyarna himlen alltid blå. Det kan vara svårt att förstå när man inte kan se den. Och man ser att efter stormens piskan kommer solen fram. Men till hjälp och själen der blev våde. For når vennerne forsvinder, og når livet bliver træt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se. Og skelne mellem sandheder og løgne. Alting kan gå i to. Et hjerte kan gå i 1000 stykker. Kalder du mig for ven en gang, så jeg her nok endnu. Man siger jo, at det sker altid godt for noget. Tror har vi fået for at bruge den. Man siger så meget, men ved så lidt, når angsten den har fat. Sjældent vækker illusionen bryster. For når vennerne forsvinder, og når livet bliver træt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se. Og skelne mellem sandheder og løgne. Alting kan gå i to. Et hjerte kan gå i 1000 stykker. Kalder du mig for ven en gang, så jeg her nok endnu. Alting kan gå i to. Et hjerte kan gå i 1000 stykker. Kalder du mig for ven en gang, så jeg her nok endnu. Kalder du mig for ven en gang, så jeg her nok endnu. Ljósberi, fagurkeri, blíð, hjartahlý, umhyggjusöm, jákvæð,
umburðarlynd, húmoristi, réttsýn, með mikla samkennd og átti svo auðvelt með að setja sig í spor allra. Enginn kunni betur þá list að samklæðjast en Laufey. Þetta eru lýsingarnar á Laufeyju Tinnu sem ég hef fengið úr öllum áttum síðustu daga. Ástin og hlýjan sem býr í minningunum ykkar að Laufeyju er nánast áþreifanleg og sorgin yfir því að hún sé frá ykkur tekin er í samræmi við það. Og hér erum við komin saman til þess að kveðja yndislega konu, hinstu kveðju, allt of fljótt. Og það er svo sárt að hún skuli ekki fá meiri tíma á þessari jörð og þá ekki síst vegna þess að hún fékk ekki að klára að ala upp yndislega strákinn sinn. Þið finnið til og þess vegna þurfið þau að koma saman. Mér finnst Guðmundur Ingi vitrari en aldurinn hann segir til en hann er búinn að taka loforð af fólkinu sínu að gráta ekki of mikið ein, heldur hafa einhvern hjá sér. Eða eins og Jesús orðaði það nákvæmlega þetta í Guðspjallinu sem ég las áðan, elskið hvert annað. Þarna eru frelsarinn og Guðmundur Ingi á sömu blaðsíðu. Við þurfum hvort annað þegar lífið er sárt og þess vegna erum við saman í dag til þess að syrgja. Minnast, finna stuðninginn í umhyggju hvers annars og þakka fyrir allt það fagra og góða sem Laufey Tinna skilur eftir sig í þessari veröld. Laufey Tinna Guðmundsdóttir fæddist 12. febrúar 1982 í Reykjavík, en foreldrar hennar heita Bergljót Sigurbjörnsdóttir og Guðmundur Guðmundsson. Í ágúst sama ár og Laufey fæddist fluttist fjölskyldan til Álaborgar í Danmörku og þar bjó Laufey fyrstu 6 ár ævinnar. Það má orða það svo að sitt fyrsta embætti í lífinu hafi Laufey hlotið í leikskólanum í Danmörku. Henni var falið það hlutverk að taka á móti öðrum börnum sem voru að byrja í leikskólanum og voru eitthvað lítil í sér. Það kom nefnilega mjög snemma fram að Laufey bjó yfir þeim hæfileika að ná til fólks og hjálpa þeim að líða betur. Já, það voru alltaf sterkar taugar til Danmerkur, en 2008 flutti hún aftur út og þá til Árósa, þar sem hún bjó í 2 ár og virkilega naut þess tíma. Danmörk var svo stór partur af Laufey og oft sagði hún, þetta er kjarninn minn. Æsku vinkonur hennar muna það vel frá grunnskólaárunum, hvernig Laufey stóð alltaf með krökkunum sem þurfti á því að halda og skammaði vinkonur sínar óhikað ef henni fannst þar eitthvað ónærgætnar við aðra krakka. Og þegar Laufey komst að því að hún ætti loksins von á langþráðu systkini, fengu allir vinirnir að heyra af því. Hún var svo ofboðslega glöð og hlakkaði til af öllu hjarta. Inga Katrín Guðmundsdóttir fæddist árið 1997 og stóra systir var alltaf svo stolt af systur sinni og öllu sem hún gerði. Það var bara einn galli við unga barnið, en það var lyktin sem fylgdi bleiuskiptunum. Laufey var nefnilega alla tíð svo ofboðslega klíugjörn. Já, það var ekkert grín ef einhver prumpaði nálægt henni. Þá gæti alveg snögg fokið í okkar konu. Og hún réð ekkert við þessi ýktu viðbrögð og kúaði stundu þannig hún hreinlega ældi. Þegar Laufey flytur 6 ára gömul með foreldrum sínum til Íslands, byrjar hún í Melaskóla og fer þaðan í Hagaskóla á unglingsárunum. Já, æsku árin átti sér stað í Vesturbænum og stór hlut af hennar lífi var ballettin. En hún var efnilegur dansari og æfði öll grunnskólaárin sín. Hún hætti að æfa þegar hún slasaðist á hné, en það var alltaf mikill dans í henni. Laufey útskrifaðist seinna sem snyrtifræðingur og starfaði sem slíkur í nokkur ár, en síðasti vinnuveitandi hennar var hátæknifyrirtækið Stjörnu-Oddi. Hún naut þess að vinna á þeim góða vinnustað og það var Laufey og fjölskyldu hennar mjög dýrmætt hvað hún fékk mikla umhyggju frá samstarfsfólki sínu í Stjörnu-Odda sem hélt sambandi við hana í öllu veikindaferlinu. Já, Stjörnu-Oddi var sömuleiðis örlagaríkur vinnustaður, því þar hitti hún Baldur Sigurgeirsson barnsföður sinn. Og þó að margt gott hafi komið frá Stjörnu-Odda í gegnum tíðina, þá verður að segjast að þeirra besta framlag til þjóðarinnar hafi verið Guðmundur Ingi, sonur þeirra Laufeyjar og Baldurs. Guðmundur Ingi, sem heitir eftir afa sínum og frænku, fæddist 29. maí árið 2014.
Ástin á milli þeirra mæðginanna óendanleg og þau sögðu örugglega ég elska þig við hvort annað á hverjum einasta degi. Guðmundur Ingi lýsti mömmu sinni á eftirfarandi veg. Mamma var falleg og með bjart bros. Hún var góð, hún var jákvæð, hún planaði mikið eins og ferðir til útlanda og flott afmæli og þegar henni leið vel var hún með mikla orku og hún var blíð. Hún var hlý og opin og átti mikið af vinum. Þau Laufey og Guðmundur eiga svo margt sameiginlegt. Þar á meðal hversu miklu dýravinir þau eru. Laufey var einstök fuglamamma en hún átti sjálf alltaf fugla og var auk þess reglulega með fugla hjá sér sem hún var að bjarga eða passa fyrir aðra. Á einhverjum tímapunkti voru 3 stórir African Grey fuglar heima hjá henni. Fyrsti páfagaukurinn hennar hét Goggi og var gjöf frá ömmu Ingu og síðasta fuglinn fékk hún frá Ingu systur fyrir 2 árum, Mango. Svo dýrmætu Ingurnar í hennar lífi gáfu henni fyrsta og síðasta fuglinn. Já, Laufey gerði bókstaflega ekki flugumein og öll dýr voru örugg hjá henni. Þarna lifir Laufey áfram í stráknum sínum, en einu sinni kom fluga inn í skólastofu hjá bekknum hans Guðmundar og krakkarnir hlupu af stað og ætluðu að kremja hana. Þá stoppar Guðmundur Ingi hópinn og segir að þessi fluga eigi rétt á að lifa alveg eins og þau sjálf. Og snar snerist stemningin. Flugan fékk nafn og Bíbí varð hluti af hópnum. Að kunna að koma auga á fegurðina og dýrmætið í hinu smáa segir mikið fólk. Og blómið gleymeri dæmi það, lítið blóm sem lætur ekki mikið yfir sér fyrir þú gefur þér tíma til að líta nær. Þá fyrst sérðu fallega litina og fíngjart mynstrið. Það lýsandi fyrir Laufeyju að gleymeri var í miklu uppáhald hjá henni og kistan skreytt þessu hófæra en fallega blómi. Nú ætlar Hera að syngja forsöng í laginu Blátt lítið blóm eitt og ég legg til, kæru vinir, að við rísum á fætur og syngjum með henni af öllu hjarta. Textinn í sálmaskránni og nú syngjum við öll Laufeyju til heiðurs. Gjörið svo vel. Laufey bjó yfir listrænum streng og var mjög handlægin sem nýttist henni vel þegar kom að því áhugamáli hennar að útbúa skreytingar og dytta að hjólhýsinu eða tjaldvagninum. Það sem hún tók sér fyrir hendur var alltaf tekið alla leið. Hvort sem það voru hrekkjavökupartí, jólaskreytingar, afmælisveisla hennar eða Guðmundar og til að mynda á síðustu hrekkjavöku umbreytti hún allri kjallarasamegnin á Hringbrautinni í hryllingshús þrátt fyrir veikindin. Hún náði að kreista fram auka kraft þegar á þurfti að halda af því hún vildi gera hlutina framúrskarandi vel.
Hún hafði meira að segja enn stærri hugmyndir fyrir hrekkjavökuna, en hún hafði lengi þá hugsjón að Hellisgerði ætti að heita Hrellisgerði þann 31. október og að þar ætti að setja upp hrekkjavöku veröld. Og þessari hugmynd hefur verið komið til Hafnarfjarðarbæjar og ég auglýsi bara hér með eftir góðu fólki til þess að hrinda þessari frábæru hugmynd í framkvæmd. Og föndur gleðinni fylgdi auðvitað líka söfnunarárátta, en hún fór reglulega í góða hirðinn í fjársjóðsleit, lét ekkert alltaf vita og gat búið til ótrúlegustu gersemar úr allskyns steinum og glingri. Hjá Laufeyju var það mor í smór. Laufey var yfir höfuð mikill fagurkeri og sælkeri. Hún vildi alltaf hafa fallegt í kringum sig, vera vel til höfð og borða góðan mat. Það fór henni vel, enda var hún sjálf svo falleg að innan og utan og myndavélin elskaði hana. Hún naut þess að smakka nýjan og framandi mat og var virkilega hugrakkur smakkari. Það sem þó olli henni togstreitu var að annars vegar elska fugla og hins vegar að njóta þess að borða rjúpu á aðfangadag. Hún var ekkert sérstaklega glöð þegar pabbi fór af stað að skjóta en mjög þakklát þegar hún kom heim með góssið. Laufey var alltaf svo ljúf og góð að eðlisfari að þegar hún stríddi þá tókst það einstaklega vel upp hjá henni því að það átti engin von á því. Og Dísa vinkona hennar gleymir því ekki þegar þær voru svona 14 ára gamlar heima hjá Laufeyju og Dísa rekur augun í litla skápa sem voru staðsettir mjög hátt uppi við loftið. Hún spyr Laufeyju hvað í ósköpunum þau gerðu við svona litla skápa sem væru svona hátt uppi. Laufey þurfti ekki einu sinni að hugsa sig í eina sekúndu og sagði alvarleg: Þú verður að lofa að segja ekki neinum, en foreldrar mínir, þau hjálpa flóttamönnum og þau fela það þarna upp í skápunum. Og Dísu datt ekki í hug að efast að engillinn vinkona hennar væri að ljúga henni og trúði þessu alveg vandræðilega lengi. Ef einhver önnur hefði reynt að segja þessa sögu þá hefði hún aldrei keypt það, en Laufey og öll hennar fjölskylda var svo blíð og gestrisinn að Dísu fannst bara ekkert ósennilegt að þau væru að hjálpa einhverju aumingjasfólki í vandræðum, þó henni þætti það pínlítið skrítið að tróða þeim upp í þessa skápa. Já, gestrisni einkenndi bæði æsku heimili Laufeyjar og síðar hennar eigið. Það voru alltaf allir velkomnir heim til Laufeyjar og foreldra hennar sem voru ótrúlega þolinmóð gagnvart skaranum og öllu sem þeim fylgdi, líka þegar hópurinn tæmdi ísskápinn. Og þannig var það svo sömuleiðis á heimili Laufeyjar. Allir vinir Guðmundar Inga voru velkomnir og það var pláss fyrir alla. Það einmitt ekki hægt að tala Laufeyju án þess að ræða hennar einstöku tengslahæfni. Hún átti vini allstaðar og það var hreint með ólíkindum hvað hún var fljót að kynnast fólki og tengjast þeim djúpum böndum á stuttum tíma. Hún gat varla farið í strætó án þess að vera búin að eignast nýjan vin. Og það var heldur ekki vinnandi vegur að ætla að vera óvinur hennar. Hún kom engum upp með það. Einu sinni fór Laufey og Guðmundur á skemmtiferðaskip með vinum og Laufey varð eftir í einu stoppinu og meðan að hinn fór í land og þegar þau komið tilbaka kynnti Laufey þau fyrir hópa fólki sem hún hafði kynnst á skipinu rétt á meðan hinn höfðu skellt sér í göngutúr. Hún sem hafði bara ætlað að hvíla sig. Laufey sameinaði líka annað fólk og vinahópa. Þið þurfið að vera vinkonur, átti hún það til að segja og gerði svo sitt til að kynna fólk. Hún vildi að allt fólki sem hún elskaði þætti líka vænt hvort annað. Þessi umhyggja var svo sannarlega gagnkvæm. Fyrir ári síðan var haldið afmæli sem vinkonur hennar skipulögðu fyrir hana. Það var kúrekaþema, að sjálfsögðu með flottum skreytingum og dagurinn var vel heppnaður í alla staði. Og þarna fékk Laufey að heyra frá svo mörgu fólki hvað hún var elskuð og hvað fólki í kringum hana kunna meta hana og var þakklátt fyrir að fá að hafa hana hluta af lífi sínu og það snert hana djúpt. Fyrir 8 árum síðan, eða árið 2018, greindist Laufey Tinna með brjóstakrabbamein og það var fljótt ljóst að á ferðinni var erfið tegund af meini. Eftir fyrstu meðferð kom sjúkdómshlé en það varði því miður bara í nokkra mánuði. Veikindatíminn var að sjálfsögðu erfiður. En í gegnum það allt var svo fallegt hvernig her fólks kom saman
til þess að standa með Laufeyju, hugga, gleðja og styrkja bæði hana og hennar nánasta fólk. Og þó að sumir kaflar væru mjög krefjandi, voru líka svo góðir tímar sem einkenndust af hamingju og dýrmætri samveru. Laufey nýtti tíman vel, ferðaðist og skapaði minningar með fólkinu sínu. Laufey og fjölskylda voru svo þakklátt fyrir hvað Steingerður og Inga Rós frænkur hennar voru sterkar fyrir þau fjölskylduna og stóðu með þeim vaktina. Og þegar Guðmundur Ingi kvaddi starfsfólk líknadeildarinnar gerði hann það með orðunum: takk fyrir að hugsa um mömmu mína. Að geta fundið fyrir þakklæti mitt í sorg og missi er mikill styrkleiki. Og hér í kirkjunni í dag situr fullt af fólki sem hefur gert Laufeyju og nánustu ástunum hennar kleift að upplifa einmitt það, þakklæti á erfiðum tímum. Mig grunar að ég þurfi þess ekki, en ég ætla samt að hvetja ykkur til að hætta því ekki. Haldi áfram að heiðra minningu Laufeyjar. Haldi áfram að hlúa fallega fjölskyldun hennar. Haldi áfram að vera dýrmætar vinkonur og vinir. Sorgin er nefnilega langhlaup og Guðmundur Ingi mun þurfa að fá að heyra ykkur tala um mömmu hans næstu árin. Eftir 10 ár þá verður ennþá gott að heyra að hann hafi átt fallegustu og bestu mömmuna sem hafði áhrif á svo ótalmargt fólk til góðs. Kærleikurinn fellur nefnilega aldrei úr gildi. Laufey Tinna Guðmundsdóttir, far þú í friði. Friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Og nú fáum við að heyra lagið Cover Me in Sunshine, en það er lagið þeirra Laufeyjar og Guðmundar Inga. Been dreaming, friendly faces, I've got so much time to give. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living while we're just standing still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Cover me in sunshine.
Við skulum biðja saman. Góði Guð, Faðir okkar og móðir á himnum, þú sem gefur lífið og hefur vald yfir dauðanum. Þú hefur lofað því að vera með okkur öllum stundum og ert engum nær en þeim sem syrgja. Ég bið þig að umvefja Laufeyju Tinnu sem horfin frá okkur og passa hana vel. Já, öll erum við í þinni hendi og þú hefur sagt að ekkert geti gert okkur viðskila við kærleika þinn. Við þökkum fyrir tíman sem Laufey fékk með ástvinum sínum og allar dýrmætu minningarnar sem henni tókst að skapa með fólkinu sínu og ég bið þig að blessa þessar minningar. Já, blessaðu fólkið hennar, fjölskyldu og ástvini hennar alla, sendu englaðina góði Guð til að umvefja þau, til að umvefja hann Guðmund Inga og styrkjan og huggan í að taka skrefin áfram í lífinu. Já, vaktu yfir þeim, almáttigi Guð. Láttu okkur komast að raunum að allt verði að lokum til góðs og sameina anda sem unnast í eilífu ríki kærleika þíns. Og allar bænirnar okkar, allan kvíða og vonir fyrir framtíðina felum við í bæninni sem að Jesús kendi og við förum saman með Faðir vorið og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þar sem englarnir syngja sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn Faðir lífsins ljós, dátná þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hana með sól að morgni, þú vekur hana með sól að morgni. Farðu í friði, vina mín kær, Faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verður mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vöknum við með sól að morgni, svo vöknum við með sól að morgni. Já, kæru vinir, hér
held ég á sandi af sólríkri strönd. Og mikið ofboðslega leið Laufeyju vel í sól og góðu fríi. Og ég ætla að fá að molda á kistun hennar með þessum fallega sandi og ég bið ykkur öll að rísa á fætur. Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég lifi og þér munuð lifa. Laufey Tinna Guðmundsdóttir, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Og Drottinn minn gef dánum ró og hinum líkn sem lifa. Og þau sem treysta sér til mega standa áfram og af því að það er svo gott fyrir hug og hjarta að syngja að þá fáum við bara að taka undir með okkar dásamlega tónlistarfólki í þessum síðasta sálmi. Hér á eftir verður kistan borin út en bálför fer fram síðar. Ég tek fram það sem stendur í sálmaskráni að ykkur er öllum boðið hér beint yfir í safnaðarheimili að þiggja veitingar sem hafa strengt hér inn frá góðum vinum og ættingjum og sömuleiðis að þiggja samfélag og umhyggju. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.
singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't